Ferðaþjónusta afar blómleg á Húsavík, aðalega yfir sumartíman, en þó hefur vertíðin lengst með hverju árinu. Bærinn hefur verið kallaður höfuðstaður hvalaskoðunar á Íslandi, enda mikið fjölbreyttar hvalategundir sem njóta lífsins í Skjálfandaflóa. Gentle Giants eitt af þeim fyrirtækjum sem bjóða upp á hvalaskoðun auk fleiri ferða og á dögunum var þeim veitt eftirsótt alþjóðleg viðurkenning. Höfuðstöðvar fyrirtækisins á besta stað, alveg niður við höfnina og þar hittum við Daniel, aðstoðarframkvæmdastjóra og forvitnuðumst þessa viðurkenningu. Já, þetta sem sagt viðurkenning frá Get Your Guide sem þýsk bókunarsíða. Það eru risastórir í Evrópu og út allan heim, 10 ára gamalt fyrirtæki. Og þetta í annað skipti sem þeir veita svona viðurkenningu og við erum einu á Íslandi, eina ferðin á Íslandi sem hlýtur þessa viðurkenningu í ár. Og við erum að fá þessa viðurkenningu fyrir ferðina sem Big Whale Safari og Puffins sem við erum með á ribbátum hjá okkur, hraðbátum. Og fyrir mikilfenglegar ferðaupplifanir. Og þetta viðurkenning sem þeir eru þessi síða með yfir 50.000 ferðaupplifanir eða ferðir. Já, sem hægt að bóka. Já, nákvæmlega 7.600 áfangastöðum allan heim. Þannig að þetta auðvitað gríðarlega stórt þýðingarmikilega þannig viðurkenning fyrir okkur og sérstaklega vera einu á Íslandi og vera það eru 90 ferðir í öllum heiminum sem fá þessa viðurkenningu í ár. Þannig að þetta heiður fyrir okkur en líka bara fyrir Húsavík og Ísland að fá svona viðurkenningu. Hvað það sem í rauninni stjórnar því hvað þið velja? Það eru alls konar breytur í þessu sem að Get Your Guide fer yfir og það til dæmis ummæli viðskiptavina. Það hvernig bara þjónustu við viðskiptavini og svoleiðis. Svo erum við alls konar algoritma sem eru með í þessu líka eins og til dæmis stuðningu við heimasamfélög og hvernig smelt á ferðina og bara svona ánægju vog viðskiptavini þannig yfir höfuð. Já, bara svona upplifun viðskiptavinarins að því að bóka. Já, og þar skorum við inn í öll bóks, eða tikkum við inn í öll bóks og fengum þá þessa viðurkenningu. Mikil vinna sem liggur að baki því að í rauninni geta unnið svona viðurkenningu? Ekki margt sem þarf að vera í lagi? Jú, sjálfsögðu margt sem þarf að vera í lagi. Þetta auðvitað bara partur af því okkar gæðastarfsemi þannig síðustu árin að koma okkur á framfæri í alls konar svona ferðabókunarsíður og gríðarleg vinnu auðvitað á bakvið sem sýnir þá og skilar sér í svona árangri að fá svona viðurkenningu. En þetta líka bara ef ég segja eins frá ferðinni þá þetta á hraðbátunum hjá okkur. Og við vorum brautryðjendur í notkun hraðbáta í svona reglulegri hvalaskoðun á Íslandi, fengum okkar fyrsta 2011. Höfum þá þurft að bæta við hraðbáta eiginlega næstu annað hvert ár síðan þá. Rosalega vinsæl vara. Og þetta á hraðbáti Big Whale Safari og Puffins, þannig að við förum út á lundi, skoðum lundana og svo förum við í hvalaskoðun. Og á hraðbátum þá getum við farið lengra, þannig að skanna meira svæði. Sem gerir verkum hafi eykur líkurnar að finna hvali og líka bara upplifun að sitja, þú ert miklu nær að sitja og sjá svo risa hnúð bak rétt til hliðina þér, það þetta meiri upplifun þannig. Verður fólk ekki hrætt? Nei, það eiginlega aldrei upplifað það. Auðvitað gerum við þetta vel og við erum með svona Code of Conduct sem við gerum á vegum hvalaskoðunarsamtaka Íslands líka og þurfum að gera þetta vel hvernig við nálgumst hvali og hraða og svoleiðis. Og þó svo auðvitað, gott að koma það á framfæri líka, þó svo að bátarnir geta farið rosalega hratt, þá erum við auðvitað ekkert að sigla á fullu afli allan tíman eða neitt svoleiðis. Nú náttúrulega rosalega mikið af ferðamönnum hérna á Húsavík yfir sumartíman. Já. En hvernig þetta á veturna? Rosalega mikill munur fyrir ykkur? Það gríðarlega munur. Þetta í rauninni bara eins og svart og hvítt. Eins og háanna tímabili náttúrulega júní, júlí, ágúst og þá mest að gera og þá held ég hef talað þetta í sumar voru samtals hjá fyrirtækjunum hérna yfir 50 brottfarir hérna á júlídegi sem gríðarlega mikið. En svo eins og vetuna, desember, janúar og febrúar ekkert að vera. Við erum að sigla út frá byrjun 1. mars og út nóvember og höfum alltaf verið að lengja vertíðina. Þegar ég byrjaði þessu fyrir 18 árum þá vorum við að sigla júní, júlí og ágúst og svo hefur þetta alltaf verið lengjast út í september, byrja í maí og nú þetta komið frá mars og út nóvember. Þegar vertíðinni lýkur ekki bara skellt í lás og lagst í dvala hjá ferðaþjónustuaðilum. Nú tekur þetta tími eins og í sölu og markaðsmálum og svona, alls konar ferðasýningar framundan og allt þetta. Og líka bara viðhald á bátum, undirbúa starfsmannahald fyrir næsta ár og alls konar, þannig að taka móti svona viðkynningum. Já, þannig að þið leggist ekkert undir það? Nei, alls ekki. Þetta starfsmannafjöldin við sumartíman 50, svo erum við svona 10 í vetratíman í bara einhverju hlutastörfum og svona.
En það nóg að gera og bara undirbúningur. Svo byrjum við aftur 1. mars, þannig það bara nokkrir mánuðir í það. Já, það bara spennandi vertíð framundan. Haldið þið fá ekki ennþá fleiri núna eftir þessa viðurkenningu? Ég vona það bara innilega. Ég vona það. Nú þegar fullt af bókunum fyrir næsta sumar og lítur bara vel út. Og svo vonar maður bara eins og með svona viðurkenningu. Þetta lítur vel út fyrir okkur og fyrir Húsavík og bara jákvætt fyrir því að eins og með hvalaskoðun líka. Húsavík náttúrulega orðin höfuðstaður hvalaskoðun á Íslandi, eða svona, við kallum það. The Whale Capital of Iceland. Það svona brandið eða þannig sem við erum að nota. En auðvitað náttúrulega meiri hvalaskoðun eins og Eyjafirði og svona líka komið, þannig að það bara gott fyrir Húsavík að fá svona viðurkenningu og það sýnir það að við erum að bjóða upp á bara klassa hvalaskoðun heimsmæli hverða hérna út í Skjálfanda. Og hvergi eiginlega annars staðar í heiminum þannig séð hefur jafnmiklar líkur að sjá steyprey, hnúfubaka, svo erum við alls konar háhyrninga, langregar og svona tegundir sem eru að koma inn í flóanstöndur líka.